Komið sæl og blessuð, verið velkomin í beina útsendingu. Ég heit Aron Óskarsson og þetta Íslandsmeistaramótið í hermikapastri. Þetta hermikapastusmót 2026. Við erum búin að keyra 2 keppnir. Þriðja keppnin var síðan, ég ætla að fara að segja aflýst, en það ekki rétt. Kemur setna. Búin að missa orðið. Geggjað. Frábær kynning. Allavega hana. Við erum komin í 4. umferð í Íslandsmeistaramótinu í hermikapastri. Keyrum 3. umferðina bara einhvern tímann síðar þegar að tími gefst til. Þarna sjáum við Gunnar Karl. Ansi nálægt, en þetta bara æfing, eða ansi nálægt, veginn bara, já, fínt. Smellum okkur þangað. Þetta bara æfing, eins og ég segi, skiptir engum máli hvað gerast núna. En þetta þetta 4. umferð. Við erum á Long Beach. Þetta braut í Bandaríkjunum sem öll út í stiftum köflum og einhverjum stiftum kubbum út allt. Og hún rauninni hræðileg og bara agaleg braut. Mjög skemmtilegt að keyra á henni saman. Og krefjandi að keppa á þessari braut. Heldur betur krefjandi mér þess að. Ætlar tölvan bara að sýna okkur Gunnar? Það bara því að hann í einhverju rugli hennar drengurinn? Þarna skipti hún. Nei, hún skipti ekki. Nei, Alexander Hauksson kemur inn með þetta gullfallega livery. Splunkunýtt livery á drengjunum. Þeir eru í liðinu Gitchi Akademian. Gá okkur þannig heiður og að fá að skella nafninu þar á. Við erum með þetta gullfallega livery. Það með honum í liði Venni, okkur vantar Jájá, áhugavert. Við ætlum bara að kveikja á sem fór þetta aftur. Bara sjá hvernig það lagi þetta restart hefur oft hjálpað til. Það þarna Vernharður sem með honum Alexander í liði. Það einmitt að keppa í go-kartinu eins og þið mörg vitið. Nú ætlum við að fara hérna við stíginn eftir smástund. Sjá, já, þarna heyrist í mér, ég sé stikun að hoppa. Jú, vissulega. Þið megið skrifa að það heyrist í þér, ef það heyrist í mér. Það mjög næs. Bam. Hérna erum við komið með þetta aftur, já. Þetta alltaf að gerast. Komum til að skjáin, hverju kamerundan okkar. Hér eru þær, en fáum við núna fullan tracklista. Yes, það það sem við fáum. Þetta mikil gleði hjá mér. Þurfum við ekki að fara hinn út úr þessa gröðuna. Engan tíma í það. Breytum við þessi yfir í 4. Bara bím, bara búm, fáum að sjá svo stíginn okkar. Já, við heyrum í þér. Hann ekki dýmið að svara en þú veist, það Patrik Magnússon og Gunnar Karl Vignisson sem leiða þetta mót í Aðalbón Racing. Þeir eru þarna langfremstir. Patrik búinn að taka forystuna aðeins oftar en Gunnar Karl. Og Gunnar Karl búinn að lenda í smá stimpingum á vesinni. Sama má segja flest alla hafa lent í einhverju. Patrik búinn að komast nokkuð örugglega bara frá keppendum í síðustu 2 keppnum og stinga af. Þannig að núna spurning hvað gerist í þessari keppni. Æfingin að klára þannig að sé ég. Ætlum við að fá upp aftur hennan listatak. Aftur upp hennan listatak. Takk fyrir. Sigurður Lúðvíksson með 50 stig, Þórhallur Jóns með 41. Ok. Aftur fá listatak. Alexander Hauksson í 5. sæti. 38 stig. Nú hefst tímatakan hjá okkur. Hákon Jökuls með 36 stig. Fenrir Ponsi með 32. Stefán Freyr Margrétarsson með 25 stig. Aron Bergi Valgeirsson með 22 stig og honum í stigum með Gunnlaugur Ásgrímsson í 10. sæti. Arnar Kristinsson, liðsfélagi Gunnlaugs, beint fyrir neðan 1 stig í fari og með sama stigufjölda Bjarni Jarl Sigurðsson. Það situr Venni 19 stig og svo Viktor Þórðarsson, svo það Jökull Einarsson með 6 stig. Sjáum við nýja keppendur hérna, það Skúli Birgisson, Rúnar Freyr Einarsson fyrirgefið einnig nýr og svo eru þau liðsfélagar hér, Vigfús Hauksson og Arnór Jón Klinsson í Hrútar Racing. Þeir eru með flottasta logoð að mér finnst. Þetta minnir mig pínlítið á Dodge Stratus sem ekki endilega ástæðan fyrir mér finnst það flott en svo ég Hrútur í stjörnumerki sem ég hef enga trú á þannig ég veit ekki af hverju en það eitthvað við þetta. Mér finnst þetta geðveikt. Það líka þetta bleika. Ég veit ekki, víst. Þetta bara öðruvísi. Mér heyrist allt top nice en það ég sem sagði þetta. Mjög áhugavert. Minn aðgangur einhvers staðar að skrifa Ég heyrist alltaf top nice. Ok, en Sunna Rós. Þú heldur væntanlega með pabba þínum. Velkomin í
Herri, já, þeir eru nýjir keppendur þetta 2. Hvar eru þeir? Þetta rýmaði, það var óvart. Sorry með mig. Riffus hérna. Kíkjum á livery hjá þessum drengjum. Við styrtir hérna akstur inn.is. Hann er eitthvað pínulítið smeykur við að fara út. Eða kannski er hann bara að sína okkur liveryið. Gríðarlega flottur bíl allavega. En pínlítið eins og hann sé fastur. Pínlítið hannig. Fáum okkur einhverja drónamyndavél á þetta og förum svo breytum þessi yfir í most exciting og kíkja hérna aðeins yfir hérna. Veist, það er eitthvað bara að gerast í tímum hjá okkur. Engir tímar komnir inn. En það einungis 3 mínútur eða 2,5 liðnar af þessari tímatöku svo það er nú ekki miklu að búast. Skulum við fara að leita okkur af einhverjum liveryum inni. Patrekur út í braut. Hann er hérna með þetta appelsínugula á toppnum. Appelsínugula stafi. Gunnlaugur Ásgrímsson. Drónagæinn ekki alveg hann á að handla þetta. Rúnkar Racing. Gunnlaugur rallymistari mikill. Gríðarlega hraður. Hérna sjáum við Patrik vera snurfusa sér upp. Draft. Keyrir næstu því í vegg. Hann slapp samt. Kannski var þetta ekkert næstu í vegginn. Kannski leit þetta bara þannig út. Dómnefndin klár, tæknin er flott, frábær útsending. Það er allt að gerast. Það er alltaf æðislegt, þetta er alltaf að virka. Við senda sérstakar þakkir á dómnefnd og keppnisstjórn í dag. Takk fyrir að koma með stuttum fyrirvara og bjarga þessu algjörlega fyrir okkur öll saman. Hér er hrútur út á braut. Gríðarlega spenntur að sjá hvað þeir gera. Röst Easy liðið. Eru frábærir. Bjarni Jarl. Og hér er Stefán Freyr. Hér var Stefán Freyr, hér er Aron Breki, okkar yngsti keppandi. Já, yngsti keppandinn. Við langar að segja hans sé 13 ára. Byrjaði 11 ára held ég, var svo 12, ég held að sé 13 ára núna. Tjattið leiðrétt mig ef ég er að bulla eitthvað. Gunnar Karl Vignisson í öðru sæti í tímatökunni. Nei, í mótinu ætlaði ég að segja. Farið að stakka hérna í listanum hjá mér, ég ætla að reyna að setja sín í bestu tíman og skulum við fá að sjá tímatöfluna. Já, það er Patrikur Magnússon sem leiðir þetta. Gunnar Karl er í öðru. Svo Sigurgeir Lúðvíksson sem situr þetta í 3. sæti. 10 mínútur eftir að tímatökunni. Einungis 5 mínútur liðnar, svo það er nú allt sem getur gerst núna. Það er í rauninni ekkert búið að gerast, sko, nema bara menn búin að hitta dekkin aðeins og eyða smá bensíni. Ég er með alveg úrval af myndavélum hérna. Gosbrunnur. Já, hérna er gosbrunnur. Það er alveg hárrétt. Byrjar að keyra á svona Formúlu 4 bílum. Þessir bílar eru módelaðir eftir Formúlu 4 bílunum sem að keppa fyrir FIA. Já, hjá FIA sem að bara allir þessi Formúlu 4 bílar sem við þekkjum, sem er þessi nýjustu bílar, þetta er módelað algjörlega eftir þeim. Nú var einhver að taka runoffið.
Patrik Magnússon skell okkur inn í bíl hjá honum. Sjáu hvernig hann að sleikja vegginn hana. Þessi braut andstyggileg, en hún skemmtileg. Ég er ekki að tala illa brautina sko, eða þannig. En hún andstyggileg. Með við margar aðrar brautir þá hún ekki slétt og hún öll í veggjum og hún stórhættuleg. Og svo fekk ég skilaboð að það væri fullt af svona glitch í brautinni. Ýmsir staðir sem þarf að vara sig á. Pörp sem virðist ekkert vera hátt en talsvert hærra fysisklega séð, þó svo að grafíkin sýni annað og eitthvað svona dót sem að keppendur væntanlega bara múin að finna út og æfa sig á. Þrátt fyrir hafa ekki haft mikinn tíma til að æfa sig í rauninni. Þetta er beygjan sem erfiðust af öllum. Þetta hairpin beygjan og hérna gerist svo mikið af slysum. Svo gríðarlega mikið af slysum. Hérna sjáum við að hann fari yfir ráslínuna. Setti besta hring þarna. 300 millisekundum á undan liðsfélaga sínum Gunnari Karl. Sigraði síðasta mót. Þetta var snerting. Er bíllinn í lagi eftir svona? Nei, hann það klárlega ekki. Arnbergi komin inn í það. Skil, Arnbergi var hann í pit. Ákveðni Gunnlaugur Ásgrímsson rallybílstjórinn að taka þetta. Það er ekkert gras eða möl fyrir hann til þess að keyra í núna. Sorry Gulli, það var skjóta. Þannig að hann bara læsturinn að malbyggi á okkur. Aron fæddur 2012. Þá þarf ég að fara að reikna eitthvað, ég finnst það ekki gaman. Hann Valli. Hvað hann gamall? Ekki verið að segja mig hvernig hann fæddur. Ég ekki að spyrja hversu margra mánaða hann er. Það alveg á hreinu. Nei, hinn Aron sem að keppa, sko, Ísak. Ekki ég. Ég 88 módel, ég hundgamall. Gulli bara parkar á skrýmslinu. Nei. Hann að taka fljúandi start á þetta eins og þetta heitir. Bætir örlítið í brautina þarna. Hann að lengja hana pínu lítið. Svo hann að búið til pínu lítið meiri hraða þarna í endan. Það er Gunnar Karl sem límdur inn fyrir aftan hann á fleyferð. Nei, hann var það. Magnaði hvernig þetta fer svona. Fer svo krus hjá mér. Vigfús Hauksson og Arnór, já það vantar logoð ykkar þarna uppi litla. Sorry, ég skelli rútnum á ykkur setna. Strákar. Hvað eru þeir? Ég veit það ekki. Ég að heyra þetta núna. Þetta ekki farið? Þarna! Rístarta einhverju forröndum. Arnar Kristjánsson lokaði þetta vel götunni. Og horfinn. Takk. Fenrir Ponsi hérna komin út. Hann að stoppa. Þetta er alveg ótrúlegt. Ég er búinn að klikka alveg stanslaust á einhvern sem að stoppa. Þetta er Arnór Jón Hlynsson. Hrúta Racing. Fennir að koma svo til pinnærið. Það er bara 4 mínútur eftir þessu tímatöku æði hjá okkur. Gunnar Karl er búinn að nálgast talsvert mikið í tíma. Og ef þið kíkið hérna á listan og sjáu það að topp 10 nánast, fyrirgefið, topp 9 eru undir sekundum. Við getum alveg sett Þórhall Jóns þetta í þannig sama flokk. Þetta munar 11 millisekundum hana. 11 hundraðasta. Eitthvað.
Þetta það sem gæti gerst mikið í keppninni. Ég segi ykkur það, keppendur hafa möguleika á því að fara inn í viðgerðarsvæðið eða pitsvæðið og ná sér í nýjan bíl. Þetta heitir Fast Repair iRacing og þau mega fara þar inn og þau bara fá nýjan bíl á 0-1 í staðinn fyrir að þurfa að fara í gegnum eitthvað svona viðgerðir, en þau hafa bara tækifæri á 2 svona bílum. Í heildina hafa þau 3 bíla. Fyrir auðvitað alltaf sætin sem þau tapa á því að klessa utan í veggi, sko. Þannig að ef þetta gerist í keppni að þau eru að skemma bíluna sína að klessa utan í eitthvað, þá ennþá möguleika á sigri að koma sér allavega út aftur og vera í lagi. Þetta stanslaust núna. Hverfa hérna bílar, vissi vann. Bjarni Jarl bara komin inn í pit, slagur. Sigurgeir Lúðvíksson. Þetta mókur inn í bílar. Wow. Þetta greinilega ekki hringurinn. Hann ætlar að nýta þess að fara rast. Stefán Freyr að koma sér upp í 11. sætið. Viktor S. Þórðarsson kominn inn í pit. Patrikur svo eini sem búinn að koma sér niður í 18 sekundur, 1:18. Restin bara að reyna elda eins og vel að þau geta. Arnar Kristjánsson tæpar þetta í gegn, enda með sundgleru. Geta verið að valda einhverjum sjóntruflunum hjá honum. Hann með Patrik hérna á hælunum eftir sér. Hér Sigurgeir að koma út úr sömu beygju. Þetta ekki tíminn þar sem að Arnar Kristjánsson setur betri tíma en Stefán Freyr og sparkar Stefánu Freyr niður í 12. sæti, tekur 11. sæti af honum. Það svo litlar breytingar þarna efst að frá litlu að segja, Alexander Hauksson kannski mögulega að fara að gera eitthvað glóriur. Nei, glóriur, það vesen. Sjáu þið hversu nálægt þeir að fara þessum veggjum. Þetta alveg skuggalegt. Já, það tímataka sko. Og þau hafa endalaust af bílum í tímatökunni. Þetta bara í keppninni sem þau geta hafa bara 3 bíla. En í tímatöku geta þau skemmt bara 20 bíla en langar. Sóa tímanum í það. Ísak Örn, þetta ekki Ísak sem ég held að þetta sé það? Það ekki alveg örugt. Jú, Alexander bombar hérna bara út af, parkerar bílnum. Oh my god, most exciting. Já, það, finnst tölvunni þetta mest spennandi af öllu. Skiptur nývar á Gunnlaug og svo Fenrir. Svo Gunnlaug aftur. Þórhallur Jóns hérna. Pappina Sunnu. Hætt að skipta kameru núna. Sjálfa, þetta komið gott. Sjáu þið hvernig hann vippaði sér út úr þessari beygju. Gullfallega gert hjá honum. Hvað gerir hann? Sparkar hann sér upp úr 10. sætinu? Nei. Hann bætti tíma sinn. Hvað gerist þér? Mjög var þetta skrítið. Hann bætti allar tíma sinn. Það virtist vera allt og sumt. Stefán Freyr, hann virtist vera í róleitunum líka. Nei. Hann bara fljóta inn í gegn. Jújú, hann í róleitunum. Ég betur nánast allir átni stopp núna. Það enginn að gera neitt. Svona endirinn á þessum tímatökum oft. Menn bara sjá ekki fram á það að geta bætt sér neitt. Og nú erum við bara að fara að bíða í 30 sekundur. Horfum hérna yfir sjóinn, maður sjáu þannig skútan hjá einhverjum. Já, mjög gott. Hérna einhver farin út.
Stefán Freyr Margrétarsson ætlar að halda upp í fjörinu fyrir okkur. Takk fyrir, Stefán. Þetta ekkert smá spennandi, maður. Mér sýnist ekkert alltaf að gerast. Það Bjarni Jarls og Vigfús Hauksson og Stefán Freyr Margrétarsson sem eru einu menn sem eru ekki bara keppendur, sem eru bara ekki búin að leggja bílnum sínum. Með hér klárast tímatakan. Heldur betur klárast tímatakan. Við tekur smá uppbytun fyrir keppendur eða kæling eins og við kjósum nú að kalla þetta og svo þetta heiti warm-up. Það var svona 5 mínútur af því að það sé ekkert að gerast. Við getum bara slaka á. Og sem betur fyrir fara á klósettið og ná sér eitthvað að drekka því að keppnin hefst eftir 5 mínútur. Ja, same 6 mínútur, það smá gritt tími líka. Smá tími þar sem við fáum að fara yfir hverjir gerðum hvað. Við ætlum að kíkja hérna á þetta. Niðurstöður úr tímatökunni. Það Patrik Magnússon og Gunnar Karl Vignisson, Aðalbón Racing strákarnir sem að sita hér á toppnum. Patrik tekur fyrsta sætið og Gunnar Karl tekur annað sætið. Það muna örlitla á þeim alltaf. En nóg það. Nú spurning hvort að Gunnar Karl reyni árás á liðsfélaga sinn eða muni hanga bara fyrir aftan hann og tröfla alla hina þannig að enginn komist fram úr. Því að Gunnar Karl mjög annt það að liðið vinni mótið, þannig að hann liðsmaður, mikill liðsmaður og svo Aron Breki Valgeirsson sem situr í 3. sæti Black Ice Racing sponsorar af Arnar Frakt, Hera 85 BJ, vinnuvélar og Work Easy sem alveg frábært 3D, þið googlið það bara. Svo Vafisar Sigurgeir Lúðvíksson í 4. sætinu. Aron Breki náði að stela því á hann áðan ekki hann sagði til. Ég alltaf á því núna. Í 5. sæti Hákon Jökuls, svo Vernharður Rafnar sem situr hér í 7. sæti. Hann eins og Aron Breki mjög ungur. Ég veit ekki, hann með underglow á sínum bíl. Þetta mjög gott. Það underglow. Alexander Hauksson hérna með underglow líka, 7. sætinu. Og Fenrir Ponsi í 8. sæti. Gunnlaugur Ásgrímsson í Runka Racing, hann situr hér í 9. sæti, rallymeistarinn sjálfur. Þetta ekki alvöru mynd á honum, höfum það alveg á hreinu. Þetta einhvers konar AI generated. Þetta eitthvað tölvudótt. Þetta ekki hann ekki svona gamall. Höfum það alveg á kristaltæru. Svo pappinnar Söndru sem hérna. Nei, fyrir ekki, Söndru, Sunnu, pappina Sunnu. Hann hérna, Þórhallur Jóns í 10. sæti. Team Rúpes. Bam! Pappina Sunnu, hér í 10. sæti í Team Rúpes. Svo það 11. sæti, það Stefán Freyr Margrétarsson með Rúpes, nei í Rúpes liðinu segi ég. Svo Arnar Kristjánsson sem situr hér í 12. sæti, Runka Racing. Í 13. sæti Bjarni Jarl Sigurðsson í Rust Easy og þar á eftir nýr meðlumur hjá okkur í Íslandsmeistarmótinu í Hermikapastri, það Vigfús Hauksson í Hrútar Racing. Þar á eftir honum liðsmaður hans Arnór Jón Hlinsson og Viktor Þórðarsson hér í 16. sæti. Hér enginn. Þá bara tökum við smá pásu, horfum hérna yfir fallega sjóinn sem rosalega tölvugerður en það þessi leikur svo sem ekki nýst ekkert sjóinn sko. Herra, ég sé ykkur aftur þetta í smá stund. Tökum smá auglýsingu.
hérna eru þeir kominir keppendurnir, búin að stilla sér upp. Aron Breki sem fyrstur í brautina, komin hérna út, mjög tilbúinn. Búið ekki að vera einhverja flottari dróna hérna úti í braut. Þessi hérna á flegiferð, sko. Get ég fært? Ó! Ég get flogið kvikindinu líka, maður. Sjáuð hérna, Aron Breki. Fyrstur út í brautina. Reynda með þetta skilti fyrir fram sig. Get ég fært mig eitthvað? Já. Nei, sjáuð þið strákin. Það var einhver annar sem kom hérna og sullaði niður hjá mér. Þetta var ekki ég, sko. En það kom einhver augljóslega og sullaði niður hjá mér. En ég þurfti aðeins að bjarga því. En þetta er alveg að fara að gerast, kæra fólk. Patrekur Magnússon kominn út í braut. Gunnar Karl. Það vantar Fenrir. Það vantar Stefán. En keppendur eru hérna tínast inn. Gunnar Karl hérna, Patrekur Magnússon, Aron Breki, Sigurgeir Lúðvíksson, Hákon Jökulsson, Venni, Alexander, Fenrir, Gulli. Sjáu í listan þetta niður og við erum að fara að ræsa, kæra fólk. Þetta var mjög funky. Við erum komin á stað, það er komið grænt og fremstur á línu eru þessi tveir meistarar og þeir halda nokkuð öruggir í stefnu hérna strax. Ég sé ekki neitt. Já. Vernharður, vel grimmur hérna fyrir aftan. Alexander einnig, já, sjáu þið drengina. Þeir eru öruggir hérna fremst, þeir eru byrjað strax að mynda smávægilegt bil. Sigurgeir Lúðvíksson eru bara að missa á frá sér. Ég veit ekki hvort það sé vegna þess að stunda þessa vörn gegn þeim sem við fyrir aftan sig. Aron Breki hérna. En það er strax byrjað að myndast bara bil í aðalbóltenginu. En það er Patrekur sem tekur bara forystu á liðsfélaga sinn. Strax. Sjáu Hákon Jökuls. GT Akademíu liði hérna í 7. og 7. sæti. Vernharður kominn fram úr Alexander. Gunnlaugur hér er aleinn og einsamall. Já, fyrir fyrsta ring allavega. Hér er snerting! Hér er snerting! Fyrsta verkefni dómnefndar komið á stað. Patrekur ennþá að leiða keppnina. Við erum búin með fyrsta ring. Keyrir nokkuð örugglega hérna inn. Sigurgeir, Aron Breki í 4. sæti. Hákon Jökuls í 5. Og Venni hérna beint fyrir aftan. Grjótharður að reyna að ná í Hákon. Þessi er mjög þröng braut, mjög erfið braut. Það er erfitt að stunda kappaktur og baráttu á þessari braut. Við heyrum hljóð, við heyrum einhverja snertingar. Patrekur Magnússon að setja besta ring sem er nokkuð áhugavert. Oftast er það nú bíllinn sem er fyrir aftan þann sem að
fremstur sem nær besta hringnum, en þetta náttúrulega bara hringur 3 hérna hjá okkur, þannig að ýmislegt getur breyst. Bjarni og Arnór komnir inn í pit báðir. Komaður inn beinakaflaðan inn að beygju 9. Gullfalleg runa hérna bílum. Arnar einn komin inn í pit. Kjötbolluflagg á Arnar Kristjánsson. Nú fá að sjá endursýningu. Arnar Kristjánsson snýr hér. Og fær hann inn í hliðina. Leiðilega óheppilegt. Arnar missir bílinn sinn hérna og fær hann beint inn í hliðina, rútinn sjálfan. Vigfús Hauksson, þeir eru komin inn í pit til þess að finna út úr þessu, en þeir fá splungun í hann bíl að þeir bara kveikja á því. Þetta sjáum við Vigfús limpandi inn í pit. Hann verður snöggur aftur út úr honum. Tjónið er komið. Patrikur strax komið með sekundu í forskot. Það er ekkert smá sem það er eftir einungis 4 hringi að vera búinn að búti sekundu forskot í liðsfélaga sinn. Heyrum hérna hljóðin. Annarkvort þetta bílarnir að rétt snerta veggina eða reka botnin í. Ég fær hroll þegar ég sé þú fara að 3 saman inn í gegnum þessa beygju. Þetta hairpin beygjan er rosalega, hárnælu beygjan eins og við skulum kalla þetta góður íslensku. Hárnælu beygjan. Patrikur er enn og aftur að setja hraðasta hring. Hann er þó sekundu hægar en hann var, hálfri sekundu hægar en hann var í tímatökunni. En það er bara ekki hægt að taka eins mikið af sénsum. Hvergi þéttar seti núna í brautinni heldur en akkurat hér. Þessi kepptur að berjast 3. sætið. Þeir eru að berjast 4. sætið. Nei, ég ætla að segja þetta aftur. Þeir eru að berjast 3. sætið. Það séu ekki Lúðvíksson sem leiðir þessa lest. Hann er á gula bílum fremst. Svo er Aron Breki þar beint fyrir aftan. Og svo sjáum við Hákon hérna. Þar beint fyrir aftan er Vernharður Rafnas. Hann er með logo frá Gits Academy á bílnum, þannig að ég ætla að sína hann aðeins. Hætti þessu. Sjáum hérna hvað er að gerast hér. Aron Breki. Hann er að reyna að sína sig. Hann er að reyna að hræða Sigurgeir burt. Og Hákon Jökulsson er þetta beint fyrir aftan og ætlar að nýta sér það þegar að skíturinn fyrir að ske. Það er allir slagir. Þeir eru bara búið með 10% af keppninni. 5 hringir af 50 hringjum eftir. Nei, búnir. Ætlaði ég að segja. Það bara ekki ansi stutt þarna eftir. Það er bara býð eftir einhverju tækifæri til að komast inn. Arnór kominn inn í pit.
Hvers vegna? Hvers vegna Arnór að fara inn í pikk? Kannski vantar hann bensín. Viktor S. Þórðarsson may have crashed, stendur hérna hjá mér. Ó, hérna snertir hann örlítið vegginn. Virðist þá að hafa sloppið vel hjá hann á vængurinn. Hann hefur bara bremsað örlítið og seint. Nú ætlum við að kíkja, alveg eitthvað að fara að gerast. Mér langar að sýna ykkur smá bítunum við. Fenrir kom með kjötbolluflagg. Fenrir komin með kjötbolluflagg og komin niður í 15. sæti eins og staðan núna. Ég er með hérna á listanum eitthvað sem gerðist á hann. Mér langar að sjá hvort að þetta er endursýning af því sem að mögulega gerðist á hann. Bjarni Jarl missir. Já, hann keyrir hérna inn í hliðina á rútunum en hann, já, það er kannski bara því að það var ekki meira pláss fyrir hann. Já, það er eiginlega svoleiðis. Viktor Þórðarsson er bara ítt hér út af, þetta er ekki Bjarni, þetta er Viktor Þórðarsson. Nær ekki sinni beygju. Það er það sem gerðist að náðan, þá skulum við fara að finna út hvað kom fyrir hann Fenrir okkar. Kannski kom bara ekkert fyrir Fenrir. Nei. Það er ekkert skráð hérna á Fenrir. Hérna gætum við verið að fara að horfa á sliðis. Jöp! Strákarnir eru að læra það hversu flókin og erfiður þessi Formúlu 4 bíl getur verið í steikjandi hita. Hérna er fyrsta sætið Patrik Magnússon. Hann er örlítið að bæta tímasenni svo við sjáum hérna á. Hann er að fara hraðar, eða jafnrætt og hann er að fara sína hröðustu ringi, ring eftir ring. Ég fengi hérna smá upplýsingar um það hvernig þetta hefur gengið hjá honum. Sjáum við það, hann hringur 4, 5, 6 og 7, þetta er allt 19 sekundur. Sama með Gunnar Karl hérna. Svo gott sem allavega. En hérna niður listan aðeins er Aron Breki. Þeir eru í bullandi baráttu, svo ég ætla ekki að búast í því að hringirnir á þeim séu jafnir þeim, en þeir eru ansi nálagt. En þeir eru hérna í þvögu strákarnir, fastir ofan í hverjum. Nú er komið inn á listan hjá mig, Fenrir may have crashed. Það getur bara að hafa verið Fenrir að fara út úr braut. Eða hvað. Ég gerir mér enga grein fyrir hvað er að gerast núna. Af hverju hann er að fara svona hægt þarna. Hann hefur bara ekki viljað fara fyrir bíluna. Ég held að hann hafi bara verið að hugsa um það, sko. Patrik er hér í fyrsta. Nú grifur á þessar myndaðilar. Þetta er baráttan okkar. Sigurgeir Lúðvíksson sem er hérna með þriðja sætið. Aron Breki, Hákon og Venni eru allir tilbúinir til þess að taka af honum þriðja sætið leið og hann gerir pínulítil mistök. Við hendum okkur inn í bíl hjá honum Aron Breka og sjá hvernig hann ögrar honum Sigurgeir hérna beint fyrir framann. Þetta er allt strákar sem eru búin að fara út að keppa á einhverjum mótum eða keppa á einhverjum alþjóðlegum mótum hér heima eða alls kyns þannig. Aron Breki, var þetta högg?
Eða var hann bara aðeins að snerta? Núna er hausinn á Arnór farinn eftir glúðurinn. Vigfús. Nei, býttu, hvora þeirra. Kíkjum á klúðrið þitt. Það borgar sér frekar að bremsa of snemma heldur en of seint. Ég er alltaf að segja þetta við fólk nýri í Gitsakademíu. Bara bremsaðu frekar of snemma og faraðu of hægt í gegnum beina heldur en of hratt. Það er alltaf betra að fara of hægt heldur en of hratt. Það er alltaf öruggara. Sérstaklega út að byrja. Of hratt þýðir oftast að lendir í vegg eða ferðu út af við að tapa fullt af tíma. Of hægt þýðir að tapa pínlítið af tíma. Það var bara ekki... Þessi sjáu þá, það var tímaðin örlítið versnað með tímanum. Breki sá þetta pínlítið gap og stakk sér inn en það gerist ekki neitt. Og Aron, hann sýnir sig. Ég held að Aron í langi fram úr, hann er með betri tíma en Sigurgeir samkvæmt tímatökunni. Það er spurning hvort hann gæti toga sér burt ef hann kæmist fram úr Sigurgeir, en Sigurgeir er bara grjótharður og lokar öllu og svo er Long Beach svolítið trikkið með það. Það er erfitt að komast hérna fram úr. Aron, hann reynir allt, hann er að sína sig. Hann meiri þess að tekur hættulegar línur bana til þess að sína sig og reyna að valda honum Sigurgeir einhvers konar truflunum. En Sigurgeir bara keyrir statt og stöðugt. Hákon eða Jökulsson býður eftir að eitthvað gerist fyrir framan. Saman með Venna. Og við kíkjum þetta rétt fyrir aftan. Það er Alexander Hauksson. Örlítið verri tíma sem hann er að setja, en hér er Þórhallur Jóns hins vegar með örlítið betri tíma en Alexander. Ef við kíkjum hérna á listan eða neðst nýri hægra megin, í miðjunni. Sjáu það að síðustu hringir hjá Alexander eru örlítið verri heldur en hjá honum Þórhalli. Svo Þórhallur líklegur til þess að ná Alexander. Gefa okkur góðan kappstur hérna bráðum. Og þarna fyrir aftan hann. Þetta er ekki það sem ég ætlaði að gera fyrir aftan hann. Það er Stefán Freyr sem er hérna fyrir aftan hann. Er hann með eitthvað voða fancy í hjálminu sínum? Já, hann er með eitthvað voða fancy. Voða fancy fjólublátan í hjálminu sínum. Arnar Kristjáns með sundgleraugun sín. Og það er Rúnkar Racing. Rúnkar Racing, maður. Já. Hrútar. Arnór Jón Hlynsson fyrirgefiði, situr hér í 16. sæti með Gunnlaugur hérna rétt fyrir. Gunnlaugur að taka smá hopp á Rúnkarpílnum. Og hvað? Gunnlaugur er hring á undan. Bjarni Jarl rétt fyrir aftan. Ég nokkað var að missa einhverju brjálari baráttu þarna í þriðja. Ekki má það bara. Verður ekkert mikið meira spennandi en þetta.
er allir að vera þokkalega öruggir eins og sjáið. Það er ekki verið að reyna of mikið, það er bara svona verið að sjá hvort að menn fara að gera mistök bráðum. Aron Breki er ekki að taka neina óþarfa sjensa, enda við erum að tala um 14 ringi af 50 sem eru búnir. Bensínið ætti að duga þeim öllum til enda. Það verður bara spennandi að sjá hvað gerist hérna. Og Aron, hann er farin að nálgast sko, augljóslega farin að nálgast. Beintur aftar eru strákar, það er að bíða eftir mistökum hjá þessum toppdrengjum hérna. Þriðja sætið er algjörlega í lausu lofti. Þannig séð. Patrekur Magnússon enn og aftur leiðir þessa keppni. Langfremstur. Kemur þetta í gegnum gósbrunnin Hringtorgið. Það er Hringtorgið í miðri braut. Þetta er sem sagt götubraut. Það var ekki orðið augljóst fyrir ykkur öllum. Og hérna kemur aðalþvagan okkar. Þetta eru þeir keppnir sem við erum búin að bíða hvað mest eftir. Hvað er að gerast þarna? Það er bíll fyrir framan. Hægari bíl og hægari bílar hér fyrir framann líka. Hring á eftir. Sigurgeir Lúðvíksson verið þetta vel, ætlar ekki að hleypa neinum hér. Sjáu þið Aron Breka. Nei. Hvað er að gerast? Heyrið þessi óhljóð. Það er bíll hér í skralli. Fenrir. Ó, býttu nú við, hvað? Býttu nú við. Það brotnaði bara undan honum dekk. Hann hlýtur að reka sig í hér. Halla gerist þetta, hann kemur hér, rekur sig í, eða bara keyrir á. Sjáuð Stefán Freyr í slæti þetta eftir. Og hér missir svo Fenrir bara vinstra framdekið sitt undan bílnum eftir smá stund. Og endur að keyra. Síðan bara hér út af og missir bílinn. En hvað gerist fyrir Arnór Jón? Það er sama sem gerist í honum. Það er veggurinn að það. Nei, bara sko ekki það sama. Jú, næstu í. Það er svo næstu í það sama sem gerist í honum. Hér er Venni algjörlega í brjálari baráttu á hana, árás á hana. Hákon. Hérna sjáum við Sigurgeir er að ná. Kemur í slæti hérna út með Aron Breka á eftir sér. Og hægari umferð dugleg víkur fyrir baráttu sem er fremst. Nú er Aron Breki kominn í árás. Hann reynir að eyðileggja fyrir Sigurgeir línuna hérna inn. Sigurgeir grjótharður og heldur sér bara á sinni línu. Heldur fínasta hraða hérna í gegn. Bara frábær kappastur í þessum drengjum. Hart barist þetta sæti, þriðja sæti eins og ég segi. Það stendur raunir í lausu lofti eins og staðan er núna. Þó að Sigurgeir hangi á því og ætla ekki að sleppa því, þá er þetta allt sem getur gerst. Þórhallur Jóns kominn með kjötbolluflagg. Hvað gerist hjá Þórhalli? Ha? Þórhallur sem ég var að treysta á að mundi sækja svo hart á, hvað gerist hérna?
Ég bara gerir mér enga grein fyrir því. Jú, þarna gerist þetta. Þarna finn ég þetta. Hann keyrir utan í vegg, stútar dekki hjá sér. Þá er pappinnar Sunnu komin inn í pit. Já, leiðin inn í pit. Já, hann er komin inn í pit. Búinn að stoppa þetta í 6 sekundur. Hann stoppaði í 6 sekundur, komin á splunkun í hann bíl. Og ég sjáum hann vera keyrandi út úr pittinum. Splunkun ír. Hann á þá 1 bíl eftir. Það er ekki alveg örugglega rétt hjá mér. Er ekki svoleiðis. Herru, hér er eitthvað að gerast. Aron Breki er að reyna að koma sér fram úr. Förum inn í. Og hvað? Aron Breki nær þessu eða hvað? Hérna er allt sem getur skeð. Sigurgeir er með meiri hraða út þar sem hann tekur ytri línuna. En Aron Breki virðist vera að ná að halda þessu. Eins og staðan er að vinstri beygja næst og Sigurgeir er með innri línuna og hann er algjörlega samhliða. Og Aron Breki þarf að víkja búið til smá pláss. Pínulítil snerting, það heyrist okkur. En hvað? Já, hér er. Þetta er rosalegur kappastur, kæra fólk. Þetta gæti ekki verið tæpara hérna. Sigurgeir alveg grjótharður og Aron Breki ætlar ekki að sleppa. Og hérna beint fyrir aftan sjáum við að Hákon Jökulsson stingur nefnið þetta inn. Og hvað? Og hvað? Aron Breki eftir þessa árás er komin í mikla hættu með að missa Hákon fram úr sér. Það sem að þeir tveir er að tapa svo miklum tíma á því að vera samhliði gegnum beygjunar. Hákon er algjörlega að soga sig ofan í þá. Og Vernharður Rana situr þetta bara aftan á horfið, fylgist með og bíður spenntur. En þetta var ekki tíminn til þess að taka fram úr. Þetta var ekki tíminn þar sem þú færi gefinn sæti. Þetta er vitlaus beygja, Aron minn. Ó, nei. Ég ætla að fara að hinga. Sjáum venna hérna. Limtur fyrir aftan Hákon. Bíður eftir sínu tækifæri. Hörðu, Gunnlaugur. Reyna að komast hérna fram úr húnum Þórhalli. Þórhalli er búinn að gera sín mistök, komast hérna í pit, komin út aftur. Bíllinn í lagi. Gunnlaugur að gera það sama, hann er að sýna sig, reyna að hræða hann burt. Hræða hann í mistökin. Arnór fekk á sig dæmdan drive-thru aksturinn áðan. Sitt brot.
þá bara hér Límdán og Aron Breka. Beint fyrir aftan Sigurgeir. Hér eru þeir búin að vera í 22 hringi, þessir 4 keppendur. Svona ef þið skildu að hafa verið að tune in. Bara ef þið skildu að hafa verið að tune in, sko. Þeir eru basically búin að vera með 200-300 millisekundur eins og þið sjáðu hér á milli sín allan tíman. Þeir eru svo nálægt, þetta er svo hæft hjá þeim. Aron Breki hérna með gott rönn út þennan kafla, nær hann að koma sér samhliða. Mér sýnist svo, nei. Virðist ekki vera hvernig koma þær inn í beinu. Aron Breki með innri beina, innri línuna, en hvernig koma þær inn í 10? Aron Breki kominn fram úr. Aron Breki er kominn fram úr. Tekur beygju 9 og 10, snigla sér loksins fram úr Sigurgeir Lúðvíksson. Eftir 22 hringi límdur, en sjáið Sigurgeir, hann lætur vita, ég er ekki farin neitt. Ekki neitt, kæri vinur. Og hér beint fyrir aftan er Hákon. Sigurgeir, ekki sáttur. Nú er komið að Sigurgeir að setja pressun á Aron og hleypa honum ekki burtu. Ef Aron nær að mynda bil, þá er hann farinn. Kíkjum hérna á örlitla baráttu sem var hérna rétt á hann. Hérna sjáu þið Gunnlaugur Ásgrímsson gerir pínlítil mistök og gerir kleift Þórhalli, sem gerir Þórhalli kleift að stinga sér þetta fram úr. Og svo stuttu síðar gerir Þórhallur mistök, keyrir hér út af því hann bremsar alltaf seint. Svo Gunnlaugur kemur sér aftur upp í 9. sætið. Sjáum við Viktor Þórðarsson, Harald sprettan með eftir Vigfúsi Hauksson. Hér eru liðsfélagar í baráttu. Við erum að skipta þangað. Og spurning er einhver, vinna þeir saman? Hvor er hraðskreiðari? Það er í rauninni ekkert að marka tímana hjá Hákoni eða Venna, það sem þeir eru búin að vera fyrir aftan allan tíman og í rauninni ekki að marka tímana hjá þeim öllum til samanburði við einhvern annan. Einfallega vegna þess að þeir eru bara búin að vera í þvögu og þurfa að elta fremsta bíl, og fremsti bíl þarf að keyra varnarlínur svo hann getur ekki farið eins hratt og hann getur. Svo þetta endar alltaf því að allir fara aðeins hægar, en mér sýnist á öllu að við séum að sjá að Aron Breki sé hægt og rólega að ná að búa sér til gott bíl. Við erum komin í 700 millisekundur sem Aron Breki komin undan Sigurgeir Lúðvíksson. Og þá er nú spurning, á Hákon meira inni heldur en Sigurgeir, og er Sigurgeir að fara að leipa hann fram úr? Í ár eru engin verðlaun fyrir lið. Það sé ekki Íslandsmeistara titill. Það eru titlar fyrir keppendurna sjálfa. Svo ég er ekkert viss að liðs andinn muni ráða ríkjum hér. Alls ekki, sko.
Nei, er ég að missa einhverju ruglið það? Hvað er að gerast? Akkurat, þegar ég hljópa ná mér í vasklas. Þarna er Hákon að stinga sér þetta fram úr, en við erum þetta frábæra endursýningakerfi hérna. Sigurgeir sett ekki eina smá baráttu við þetta, þannig að spurning hvort að þetta hafi verið ákvörðun bara, sjáðu hvað þú getur gert, ekki hleypa honum í burtu of langt. Já, Hákon, ef Hákon nær armbreka og nær að hanga í honum á truflan, þá er það gott fyrir Sigurgeir. Sigurgeir gæti þó mögulega náð þögunni aftur og ef að Hákon nær að trufla armbreka nógu mikið í blá endan á þessari keppni, nú það gæti þýtt það að þeir komist báður fram úr, þannig að nú er að gera sjá hvað hægt, eins og sjáu strax, Hákon er kominn talsvert burt frá Sigurgeir. Besti hringurinn hans Hákons er nú örlítið verri heldur en hjá Sigurgeir, en Sigurgeir áfram gakt, þú ert betur en þetta, þú ert með þetta. Hann er eins og hann sé að missa dampinn, drengurinn. Hann er kannski bara þreyttur að vera með 3 aðra hangandi í sér allan tíman. Hérna sjáum við það, Hákon koma hérna inn í beygju 1. Sjáum við gósbrunnin. Og inn í beygju 4 og svo 5. Beini kablinn hér. Bjarni Jarl hérna fyrir fram að á. Bjarni Jarl víkur hérna til hægri, hleypir vel fram á sér. Og hvað er að gerast hér? Vernharður stingur sér hægri, bremsar aðeins seinna en Sigurgeir, pressar vel á hann. Sigurgeir er með innri línuna núna, en Venni er með innri línuna inn í hárnælu beyguna sjálfa og nærði betur. Það er spurning, er Sigurgeir með rönnið, er Sigurgeir með ferðin á hann út? Ekki svo gott, Vernharður Rafnars komin upp í 5. sætið, Hákon Jökuls í 4. og Aron Breki komin í 3. sæti. Gríðarlega vel gerða baráttu í hann Sigurgeir Lúðvíksson að halda þessum drengjum öllum fyrir aftan sig og núna, bremsar hann örlítið og seint. Örlítið of grimmur að reyna að komast fram úr aftur. Hangdi í honum, kældu dekkin. Hanga í honum og kæla dekkin. Það er eina leiðin núna, nú þarf þú að kæla dekkin og vera rólegur, kæla hausinn. Vernharður komin upp í 5. sæti, virkilega vel gert. Bjarni Jarl hérna fyrir framan, situr í 11. sæti. Algjörlega fáránlegur hraði á þessum allra fremstu bílum hérna. Heyra hring eftir hring, nánast sömu tímana, alltaf. Sjáum við með tímannas Hákon, þeir eru strax farnir að skána talsvert eftir hann komst loksins fram úr og er núna með Aron Breka bara beint fyrir fram að sjá. Hann er, sjáu þið, hann er búinn að ná honum, hann er búinn að ná Aron Breka og hérna beint fyrir fram að þá er Þórhallur Jóns. Sjáu þið, Þórhall gefur hérna eftir, hendist til vinstri, það er ekki eiga neitt þátt í þessu. Bjarni Jarl hérna, hann er líka að hleypa fram úr sér á sama beinakablanum. Baráttan milli þeirra er, ég sjá bara hvað er að gerast. Það er grjóthörð barátta hérna fyrir framar og þeir ætla ekki að vera fyrir. Henda okkur inn í bíl hjá Hákon og sjáum hvort að Hákon ná nú að draga eitthvað á hann Aron Breka. Þú ekki einhverja dróna á lofti eða? Ó.
Það eru komin fleiri mál hérna inn í upplýsingatöflunni hjá okkur. Atvik á öðrum hring. Nú vill bíls nummer 99 sem Bjarni og Arnór nummer 3. Dómnefnd skoðaði málið og telur enga ástæðu til að aðhafast neitt í málinu. Hákon algjörlega, sjáum við Hákon. Hann ætlar að reyna það hér. Nú við, Bernharður kominn inn í pit, Arnór kominn inn í pit. Ha? Sjáu þess að baráttu hjá þessum tveim. Hákon að setja alla pressu sem til í heim. Nei! Nei! Hvað gerðist? Bíllinn skemmdur? Fara hérna alveg limdir inn. Dadarat, Hákon Jökulsson komið með kjötbolluflagg. Derðu, Hákon í bölvuðum vandræði með bílinn. Bílinn laflaus hjá honum. Hérna sjáum við Vigfús fá nákvæmlega sama tjónið. Hérna sem að Hákon farið, en hvað kom fyrir Venna? Cleared meatball flag. Æ. Hvað meinarðu? Hvar tjónið sem að Venni lendir í? Hvar tjónið? Býttum við? Já, þetta bara Alexander að fara fram úr. Ekkert bara, en það Hákonni sem á handónundum bíls og þess vegna það að gerast. Ég hérna að reyna að finna út af hverju Venni fer í pit. Þetta Þórhallur. Þórhallur en þá kemur sér inn, kemur sér áfram og öruggur. Aron Breka hérna á eftir sér. Hvað kom fyrir Venna? Top 3 listin talsvert búin að breytast, kæra fólk. Það Aron Breki sem situr núna í 3. sætinu. Sigurgeir Lúðvíksson komin í 4. sætið. Alexander Hauksson í því 5. Hákon Jökulsson og Venni sita hér í 7. og 7. Þá Hákon búinn að fara í pit eða á hann eftir að fara í pit? Hann búinn að fara í pit. Og Venni búinn að fara í sinn pit. Hann búinn að ná í 1 pit. Hérna snertingin að Svenna. Að þarna sem þetta gerist. Þarna gerðist það. Venni skemmti sinn eigin bíl. Þá kíkjum við bara yfir á hann Patrik sem búinn að vera að leiða þessa keppni og fær aldrei neina myndavél á sig því það ekkert gaman að horfa á hann og vera bara fremstan í miður Patrikur minn. En svo það Gunnar Karl Vignisson sem situr hér í 3. sæti, nei 2. sæti fyrirgefiði. Það var Viktor hérna verið framan í róliheitunum. Róliheitunum, hann ekkert í róliheitunum. Hérna hrútarnir báðir komnir inn í pit. Ég veit ekki hvort að þeir eigi bara ekki fleiri bíla og hvort þeir séu bara í löngu viðgerðarhléi eða hvað. Má ég sjá. Já, þeir ættu nú að vera með búin að taka 2, þannig að þeir gætu verið búin að hreinsa sig alveg. Hér Gunnar Karl. Fá svíga fram úr. Gunnlaugur Ásgrímsson hér í 8. sæti. Aron Breki í 3. sætinu.
Sigurgeir Lúðvíksson. Fjórða, Alexander Hauksson í það. Já, ekki langt fyrir aftan. Og hann með króm grænan kvartmýluklúbs logoð þarna framan á bílnum. Kannski segi ykkur öllum svona frá því sem eruð að horfa. Það er verið að búa til, býtum við, er eitthvað chat, getum við að fengja að sjá tímana á milli ökumanna? Já, guð, þetta er agalegt. Interval. Til að mér að gera það svona og svona. Já. Afsakið bara að ég sé ekki löngu búinn að breyta þessu. Sigurgeir Lúðvíksson bombastur upp í þriðja. Býttu, hvað? Hverju mistu við af? Já, Aron Breki tekur pitstop. Aron Breki náði sér í kjötbollu. Hvað gerði Aron Breki? Hvað er kjötbollan? Þarna bankar Aron Breki raskatinn utan í. Já, næra rústa bílinn sínum hér aftan. Þarf að henda sér inn í pitt. Og sjáuði hver er komin aftur í þriðja sæti. Hvorki meira meina en Sigurgeir Lúðvíksson. Öruggur og góður. Það er ekkert vesen. Hann er búinn að kæla á sér höfuðið. Allir sem komust fram úr honum eru búin að lenda í einhverjum vandræðum. Hann er bara komin aftur í þriðja sæti sitt. Góðum málum. Sigurgeir Lúðvíksson hér, herðu, hér er Hákon Jökulsson og Aron Breki komnir aftur í baráttu. Nú er það baráttan 5. seti hjá þessum drengjum. Eins og við sáum á hann, þá var það Hákon sem var að sækja á Aron Breka. Þannig að ég býst við því að við fáum smá baráttu hérna núna á næstunni. Eitthvað að fara að ske, já, Hákon er farin að sína sig, stingur sér á hægri, hendir sér að vera vinstri. Að reyna að hræða á Aron í mistökin. Ég heyrðist þetta bank koma frá bílnum hans Arons. Og þeir eru svo tæpir inn í gegn. Skuggalega tæpir hérna. Sjáum Fenrir að gera mistök. Ja, mögulega að gera mistök. Jú, snýr bílnum sínum, rekur þetta aftur endan örlítið í. Kemur sér örugglega aftur inn á Dógrinn inn í bíl hjá honum Hákoni sem er hérna beint fyrir aftan. Aron Breka. Vigfús búinn að vera að stoppa hann í pittinum ansi lengi. Arnór þú var að komin út. Nei, Arnór er það inni, sko. Það er Vigfús sem er komin aftur út. Hákon! Uss! Ég nú ekki hvort það var Aron Breki sem Reynsa mítból hjá mér, hann er fastur á. Ef að þú er með fastur þá getur ekki varðið suma hluti. Bjarni Jarl er komið með did not finish. Í samkvæmt hvað það er. Þetta er örugglega eitthvað sem að verður
Já, allana, við skulum einblína á eitthvað annað og meðan að keppnisstjórnin finnur út úr þessu. Sjáu hérna, Hákon. Hákon snýr! Bittu nú við, bara búm, ég var bara að horfa og hérna og sendi ykkur skilaboð til þess að ég reyna að vekja athygli á greinu. Hörðu! Hvað gerist hér? Þeir eru límdir þetta saman, Hákon stingur sér upp samhliða. Og hér er Hákon kominn hægra megin og er með hægri línuna, heldur sér hægra megin, engin snerting þarna, sleppa góður hér en hérna, Yes, hello. Sorry, Bobby. Fan. Don't let. Hallå. Það er engin nálægt hver öðrum á tímatöflunni, bara svo þið vitið að því. Þannig við skulum horfa hérna á endursýningu frá þessu grjóthörðu baráttu sem er í gangi hérna. Já, þetta gæti ekki að vera mikið tæpara þarna. Gæti ekki að vera mikið tæpara en hérna. Þetta er eitthvað sem ég verð bara að viðurkenna það. Ég veit það ekki, ég þyrfti að horfa á þetta örugglega 10-20 sinnum frá mismunandi sjónarhornum til þess að gera mig grein fyrir hver á réttinn á þessu apparati sem var að gerast. Nú þarf að fara vel yfir reglubókina. Búm. Hér er venni, að gera mistök. Og rekur hérna framöndan í rétt kemst hérna inn á braut á þess að valda vandræðum. Aron Breki kom með kjötbolluflagg. Skella yfir á mest spennandi baráttuna. Þetta er það sem að Ærising tilur að sé mest spennandi í Jökulárbygginu.
Hákon. Gunnlaugur Ásgrímsson hérna beint fyrir framan hann. Hákon að stinga sér innra megin, hann ætlar að bremsa setna, það er mikið lofað hvað hann ætlar að gera. Já, stingur sér hér innan á Gunnlaug. Flýgur fram fyrir hann. Greinilega búinn að æfa þetta mikið og vel en hann framakstur sinn. Var hann að snerta hann Hákon veggina þarna? Og að hreinsa DNF á honum Bjarni Jarl kominn aftur út á braut. Veit ekki okkur tímatafla nokkri segir eitthvað annað en hún kannski breytist bara núna þegar hann fer yfir línuna. Vonum það allavega. Bjarni Jarl var kominn með eitthvað kjötbolluflaggan á sig og virðist vera fast á honum. Hann allavega sagði það sjálfur. Það hefur alveg gerst að kjötbolluflagginn límast hérna við menn. Kjötbolluflagginn sem þýðir það er þetta gula flagg með boltanum inni, með svartri kúlu inni. Það þýðir það að bíllinn sé það skemmdur að þú meir ekki halda áfram og þú þurfur að fara inn í pitt og láta gera við bíliðinn. Og ef þú ferð inn í pitt og láta gera við bíliðinn og kemur út aftur, bíllinn er ennþá með kjötbolluflagg, þá ert ég vandræðum. Það er að fara aftur inn í pitt. Herru, hvað gerðist? Var Fenrir að fara inn í pitt? Hvað var að gerast? Alexander allt í einu. Patrik Magnússon hér í fyrsta seti, Gunnar Karl Vignisson í öðru seti. Þeir eru búin að vera þetta bara fremst, Aðalbón Racing liðið bara í sallislagir. Þeir eru bara rakin í stigum, þeir eru bara að keyra eins og þeir séu bara að keyra æfingu hérna. Fáránlega hraðir, drengindir. Arnar Kristjánsson hér í 10. seti, Runga Racing. Stefán Freyr Margrétarsson hérna. Var Arnar að reka sig í hana? Stefán er bara rétt fyrir aftan Arnar. Besti hringun hjá Stefáni er örlítið hraðari en hjá hann og Arnari, svo ég ætla að búast í því að hann sé að fara fram úr hér eftir smástund. Við ætlum að líma okkur við þetta og sjá hvað gerist. Þeir faraður inn í hárnælu beyguna góðu. Nú geti ekki bara flogið í kvikitinu. Við Hákon er komin inn í pitt. Gunnlaugur Ásgrímsson hoppar upp sæti og fer fram úr honum. Hvað kom fyrir Hákon? Hvað kemur fyrir Hákon? Af hverju er Hákon að fara inn í pitt? Skil ekki alveg hérna upplýsingatöfluna, session events töfluna mína. Ég er ekki alveg að skilja hvað hefur gerst. Gríðarlega mikið af farmúröksturum hérna sem að meika ekkert sens og ég ætla ekkert að vera að sýta ykkur þá. Ég skil ekki hvað er í gangi, ég held að það sé eitthvað glitch í gangi hérna. Það bara hlýtur að vera, þetta er eitthvað mjög furðulegt. Við viljum bara ignora þessa tímatöflu en við ætlum að reyna að finna út hvað kom fyrir Hákon. Af
hverju fór Hákon inn í pit? Hverju mistu af? Hvað gerist? Þetta er Fenrir. Fenrir fer hér í vegg. Ok, hérna löngu setna erum við að horfa á Fenrir. Dekki fyrir undan honum og hann fer í vegg. Mjög stuttu setna Svo Hákon fekk svart flagg. Já, takk svona mín. Takk fyrir að koma þessu. Hérna var smá barátta sem við næstum því mistum af. Gunnlaugur, nei, Arnar Kristjánsson og Stefán Freyr Margrétarsson. Stefán er í bullandi sókn og Gunnlaug, nei, Arnar hérna og Arnar, ég veit það ekki, hann er á leiðin inn í beygina. Stefán lendir aðeins aftan á honum og skemmir hérna framvængi sinn. Hákon er komin í pit, Gunnlaugur er komin upp í 7. sæti. Því líkar vendingar sem Alexander Hauksson situr hér í 4. sæti. Vernharður Rafnars í því 5. Gunnlaugur er í 7. sætinu. Hákon og Þórhallur og Aron Breki, allt strákar sem hefur búist við topp 5. Þeir eru í 6, 7 og 8. Nei, þeir eru í 7, 8 og 9. Þetta er bara Fenrir í 13. sæti. Hvað er að gerast? Það er allan engin breyting hérna fremst. Patrekur Magnússon og Gunnar Karl Vignisson, þeir eru hérna að leiða þessa keppni. Þeir eru bara að passa sig á því að rústa ekki bílnum sínum. Sigurgeir er talsvert langt eftir þeim, en sem við munum vel á hann, þá var Sigurgeir í 3. sæti með 3 fyrirgefið. Keppendur beint fyrir aftan sig, hangandi í sér, barðist grimmt við þá, mistið þá svo alla fram úr sér. Þeir gerðu allir einhvers konar mistöku að vandamál, lentu allir í einhverju og hann er aftur komin í 3. sæti. Alexander Hauksson flaut upp í 4. sætið. Ég bara veit ekki alveg hvenær það gerðist, hvað gerðist. Hér er Arnór Jón að missa bílinn sinn. Og þetta kemur Arnar Kristjánsson. Fer fram úr. Jæja, 49 hringir búnir af þessari keppni. Það er 1 hringur eftir, kæra fólk. Patrekur Magnússon er að leiða þessa keppni eins og svo ofta áður. Gunnar Karl lengst startað fyrir aftan sig, tæpum 10 sekundum fyrir aftan sig.
40 sekundum þar á eftir situr Sigurgeir Lúðvíksson. Alexander Hauksson í 4. sæti. Við erum komin á síðasta ring. Hvítaflaggi komið upp. Team Gitch Academy sita hér í 4. og 5. sæti. Virkilega vel gert á mínum mönnum. Runga Racing. Gunnlaugur Ásgrímsson 7. sætinu. Hákon einhverjum 16 sekundum eftir sér. Þórhallur Ingi verið í 10. og 11. sæti á einhverju tímapunkti, komin upp í 8. aftur til vesenni sem hann lenti á hann. En við ætlum bara að einblína núna á Patrik Magnússon sem er sigurvegari, ekki ennþá. Hann er nú að loka hringnum. Ég ætla bara að gera ráð fyrir að drengurinn sé ekki að fara að gera mikið meiri mistök heldur en hann hefur gert í þessari keppni hingað til. Búinn að vera virkilega hraður í gegnum alla þessan braut. Sjáu þið hringina hérna hjá honum, sjáu þið hvað hann er þéttur og jafn og góður. Og þetta kemur hann sikksakkandi yfir línuna. Patrikur Magnússon. Það er Gunnar Karl Vignisson sem klárar í öðru sæti liðsfélaginnar Adalbún Racing sem tekur 1 og 2. Sigurgeir Lúðvíksson næstur við þetta línuna. Hérna klára Arnar Kristjánsson og Stefán Margrétarsson, Viktor S. Þórðarsson. Langt í Sigurgeir. Hérna kemur hann inn á línuna. Yfir línuna, sjáu þið þessa fallegu línu hérna sem við höfum. Þvert yfir. Þá býðum við eftir að Alexander Hauksson komi í þetta línu. Það er allir að klára. Aron Breikja með skjálfstykki. Allir búin að klára sína keppni hérna. Stórfenglegur. Baráttu búin að vera hérna í 50 ringi á Long Beach keppninni í iRacing. Þetta er Íslandsmeistaramótið í Hermi Kapisteri 2026 umferð 4. Nú líður að því að það fær að koma keppni 5 hjá okkur. Nú tökum við 6. Nú tökum við keppni 3 einhvern tímann þarna í endan á tímabilin aftur. En aftur langar mig að þakka dómurum og keppnistjórum fyrir að koma og bjarga okkur í dag. Takka keppendum kærlega fyrir standi þessi fjör með okkur og bara ykkur öllum heima sem sittið heima og eru að horfa á okkur og eru að senda okkur skilaboð og eru að segja mér að breyta einhverju og eitthvað svona dót. Takk! Það er að gera að hafa ykkur öll sem er lítið með. Það er Patrikur Magnússon sem er algjörlega sigurverinn hérna. Adalbún Racing Team. Og hérna trítland inn í pittin. Á stíin í mótinu eins og þið sitja þá núna, já, bráðabirgða stig skulum við segja. Það eru 30 mínútur af kæru frest. Keppnir hafa til þess að koma inn einhverjum kærum ef það er eiga að vera, en annars er það svona í staðan núna. Það er Patrikur Magnússon sem tekur fullt hús stiga hérna. Við fara vel yfir það. Hver er með minnstu incident hundanum? Það er Patrikur. Hann fekk auka stig fyrir það. Já, ótrúlegt en satt, þá eru topp 3. Patrikur Magnússon, Gunnar Karl Vignisson og Sigurgeir Lúðvíksson, allir með 0 atvikastig. Og það sama má segja Alexander, þvílík snilld, drengir.
Þeir allir á auka stig. Herði, já. Ok, auka stig. Við erum að tala um það. Patrik Magnússon, Gunnar Karl Vignisson, Sigurgeir Lúðvíksson, Alexander Hauksson og Viktor S. Þórðarsson eru allir með 0 atvikastig sem þýðir það þeir fóru aldrei útar, þeir rákust aldrei í vegn. Engin vandamál, Viktor No Brain segir mér þetta, no, bara easy, I got this. 0 atvikastig á drengina sem þýðir það að þeir fá allir 1 aukastig fyrir að vera með fæstu atvikastigi sem að fengust í þessari keppni. Virkilega vel gert, drengir. Að komast í gegnum Long Beach án þess að fá 1 einasta atvikastig er náttúrulega bara svaðalegt. 50 ringir. Það er magnað. Það er magnað. Sjáum þetta restina af grittinu. Aron Bergi komið niður í 11. sæti. Fellur þetta niður 2 sæti. Arnar Kristinsson fellur niður 1. Bjarni Jarl niður 1. Og strákur sem að tóku ekki þátt sita þarna sem að leiðis Vigfús fyrirgeðu og Arnór Jón þeir sita hérna í 16. og 17. seti nýr keppiturinn hjá okkur og bara býst við miklu frá hann á næstu keppnum býst við miklu frá okkur strákar en það er Patrik Magnússon og Gunnar Karl Vignisson Aðalbón Racing sem sita í toppsætunum 1 og 2 og eru með öll stigin svo að liða keppnina allavega hafa þeir algjörlega út af fyrir sig svo er það Sigurgeir Aðalbón FFSR sem í 3. sæti Alexander Hauksson hann að hoppa upp 1 sæti eftir þessa keppni að taka 4. sæti af honum Þóralli sem að fellir niður 1 sæti Hákon situr enda í 7. Fenrir í 7. og Gunnlaugur Ásgrímsson sem að hoppa upp 2 sæti Venni hins vegar að hoppa upp 4 sæti og að taka stærsta stökki hérna hjá okkur í dag Yndisleg keppni hérna á Long Beach fyrstu 25 hringindir voru rosalegir Takk ykkur öllum kærlega fyrir að vera hérna með okkur í kvöld Ég ætla bara að kveðja ykkur núna Sé ykkur næst, það 2 vikur í næstu keppni Þá hafið það stórfæglegt